Góðan daginn og verið velkomin í podcastið okkar. Við ætluðum að tala hryllingsmyndir og raðmorðingja í dag og... Haglínur að gera skrítið andlit. Já, mér finnst það bara að vera... ég er með svo mikið að setja sem ég langa að tala þetta. Ég veit ekki alveg hversu mikið, þið vitið þetta shit, en ég allavega byrjaður að, reyna að fræða mig svolítið mikið þetta af því að þetta er bara fucking áhugavert. Og þetta er alveg svolítið cool shit, sko. Mér finnst horror genre mitt vera, ég var að hlusta á, ég hafði meiri til að tala um ég held. Ég var að hlusta á interview frá gaurnum sem var alltaf búinn að leika Saw, Jigsaw í Saw-myndunum. Já, sem sagt upprunalegu Jigsaw. Já, gamli það eru held ég 3 Jigsaw. Wait, what? Já, í seinni myndunum þá af því að hann deyr úr krabbameini, sko. Og svo fær hann gelluna til að taka aðal Jigsaw. Svo fær hann gelluna til að taka við að sér. Einmitt, aðal Jigsaw. Þeir halda áfram að gera flashbacks fyrir hann til að vera þarna. Hann er besti leikarinn í seríunni. Það var no fucks given þegar ég opnaði dósina hliðina á Viktor. Já, ég tilbúinn í heated samræði, sko. Já. Og þetta er eitt af því sem við langar að tala um. Það er svo myndaðar. Ég ætla að segja einmitt, vegna þess að ég heyrði interview frá hann. Hann var bara að tala um það, það er svona... Það er eins og fólk ekki fans af comedy genre-nu. Þeir bara eru fans af comedy myndum. En við erum að tala um það, horror er svona fans of the genre. Já, það er mjög öðruvísi vegna því. Það er alveg heitur fanbase fyrir horrormyndum, sko. Einmitt, og það er svona merkilegt, þegar horror er svona eina genre, eða allar stór genre sem er með sér einn fanclub. Maður er ekki, ég elska allar actionmyndir. Nei, þú elskar Fast and Furious, ekki allar. Ég er með spurningu, er það furðulegt, ég ætla að færa með þess, er það furðulegt að horror movies sendir þið bara í homeopathic? Nei, hvað heitir það? Homicidal bara rage? Já. Hvað, ætlar það bara að vera eitthvað morðingi bara eitthvað? Heyrðu, maður bara tekur sveðin úr skapnum og bara byrjar að syngja. Er þetta ekki bara sama sitt og fólk sem spilar mikið GTA verður smám saman, ef það tekur ofbeldisfulla manneskju. Thank you, það er einmitt hvað ég ætla að segja, nefnilega, einmitt. Þú tekur rétta manneskjuna og setur það fyrir framan hvað sem er. Já, það tekur ofbeldisfulla mannesku og lætur hana fyrir framan leik þar sem hann er að fucking myrða allan daginn, þá væntanlega mun það mögulega að hafa ykkur áhrif. Einmitt, eða lætur hann horfa alla Friday the 13th mynd. Já, og þetta er bara eins, ef þú ert að láta ykkur gæja að horfa á Texas Chainsaw Massacre, þar sem það er bara gæji með keðjusögu að fucking saga fólk. Einmitt, það er eins og hann er eldspýta, það er bara þarf eitthvað til að kveiki í því, og skilur ekki máli hvað það er. Jæja, strákar, ég er með spurningu fyrir ykkur. Hvað finnst ykkur að tölvuleikar cause violence? Þegar ég er að tala um Erum við ekki að tala um hryllingsdót? Jú, en sko, ég er náttúrulega ekki búinn að koma að pointinu mínu neitt af hryllingsmyndum, sko. Nefnilega. Þið nefndu þetta, ég þurfti að taka tækifæri. Það er sitt eigin podcast. Já, við tökum það seinna fyrir bara. Af því að við getum tekið tölvuleiki í podcast alveg sér. Og þá ætla ég ekki að vera, fremstur frá mækina því að ég veit minnstu tölvuleiki að ykkur, sko. Ég veit ekki tölvuleiki. Ég er fucking heldur til að segja, sko. Ég hef svo mikið til að segja því topic. En mér langaði að byrja að tala um Saw-myndirnar af því að það er sem sagt, þú vissir ekki að það væru fleiri en 1 Jigsaw. Nei, einmitt, það er málið að þeir leika Jigsaw, en það er alltaf Coben Bell eða hvað það heitir, the Jigsaw, allir hinir fylla inn í stöðuna. Það svona 3, sem sagt, það er fyrsti upprunalegi gamli kallinn sem það deyr úr krabbameini, svo er það konan, og svo er Inspector-gaurinn, og svo er það, sick-gæinn, og þetta er sem sagt, Jigsaw er með alveg reglur, þar sem það er, hann er með svona, þú átt að berjast fyrir lífiðinu og, ef það gengur upp, þá bara gott hjá þér, þá lappar í burtu. En hinn, þau geta verið fucking brutal. Og heimsk. En sko, eins og þau geta verið með að þú átt að plokka þér bæði augun til þess að lifa af, en svo fucking drepa þig. Það er málið það er svo fyndið, svo mikið að myndum með flashback, maður rugglist á hverju hvað, en svo líka, total spoilers, en í Jigsaw 7 sína þeir að einn af aðalgaurunum í fyrstu myndinni var líka inn á nætt the whole fucking time. Þannig að það fjórði kom inn, og svo var Jigsaw sem var ekki hlut af main Saw franchise, hvernig hann var bara gaur að láta eins og Jigsaw, en hann var ekki tengdur hinnum. Hryllingsmyndir elskar líka að búa til mismunandi heima, sko. Já. Eins og þeir eru búin að gera þetta með Chucky líka, þar sem það er bara, komið með eitthvað annað storyline. Ég elskar bara Chucky. Og Saw-myndirnar er líka bara komið með eitthvað annað storyline, og það er fullt af myndir sem það er eins og líka Scream-myndirnar.
Það eru líka bara komnar bara í fullt af stóri hann kjaftaði. Það já, nefnilega með þangað til Jigsaw fannst mér eins og þeir reyndu alltaf að hafa þetta í sama heim. Það var bara, þú veist, það var bara fucking weird, skilur mig? Kom svo this guy was in on it, this guy was in on it, this guy was in on it. Og svo kom Jigsaw og bara, nei, þessi alveg aftengdur og hann bara að drepa fólk. En svo eru svo fucking sick myndir að því að sumir kalla þetta sé bara, þú veist, það er mismunandi eftir fólki hversu mikið þau geta hort á svona sársauka og, þú veist, blóð og eitthvað. Nefnilega það er nafn fyrir þetta, það var hvað er þetta, gore porn eða eitthvað, horror, nei. Já, þetta er það sko. En sko, það er svo fucking mikið að setja svo mikið dýpra heldur en við áttum okkur á. Já. Að ég horfði á lista, sem sagt, ég horfði á YouTube-myndband á gæja sem var að, þetta er alveg svona hryllingsmyndanördi. Og hann sem sagt, fann eitthvað svona lista á Reddit þar sem var svona ísjaki og þetta voru 8 lög sem sagt. Já. Og þetta er sem sagt, hversu brútal myndið það eru. Torture porn. Núna er ég með þetta á fucking history-inu. og í það er ógeðslegt shit sem þú getur fundið þar. Það er eina regla, ef þú ert að fara að deyja, þá deletar við search history-inu. Já, sérstaklega með torture porn þar. Það var anime sem ég horfði á. Það var bestu byrjun á senunum. Hvað gaurinn er stunginn til að bjarga líf félagsins og hann segir bara go to my house and delete everything in my computer. Nóa. Ég er bara að segja, ég hef ekki hort að neitt af Saw-myndunum. Eða bara, ég var alltaf búinn að horfa á yngar hryllingsmyndir. Ég horfði á The Nun og eitt af fyrstu hryllingsmyndir sem ég horfði á var Lights Out. Ekki séð. Ég er ekki búinn að sjá hana. Ég er ekki búinn að sjá hvora af þeim. Hún gaf mér markmiðir í viku. Ekki góð. Þú horfir líka með mér á Sinister sem að er rosa góð mynd. Eða þú veist, náttúrulega kannski ekki fyrir ekki hryllingsmyndir aðdöðendur. Ég var með stelpu sem ég var að spjalla við, þú veist ekki reyna við, bókstaflega spjalla við, skilurðu mig? Og hún var bara, þú veist, eitthvað svona, já, ég get alveg að horfa að Saw. Ég bara, ok. Og ég flippa á tölvunni, þú veist, byrjun á Saw 4 eða eitthvað. Og það var þegar þeir að taka heilan úr dauða aðal Jigsaw, Corbin Bell eða hvað sem hann heitir. Og það sýnist, þú veist, í heilan hans þá, þegar þeir taka hauskúpuna af og hún var strax út. Og ég bara, hvað helst þetta Saw myndi vera? En hérna sko, það er að því ég var að tala með hennar lista, svo var sem sagt level 2 af 8. Og það er til svo mikið af ógeðslegu fucking shiti og þú veist, þið hafið heyrt svona ógeðslegar myndir. Og þessi svona ógeðslegu myndir sem við höfum heyrt þær eru á stage 3. Þú veist, Human Centipede 2, það sem að er bara gæi sem að er bara að taka fucking lík og setja þau saman. Einmitt. Það er á stíð 3. Jú. Já. Og það er fucking, sko, á stíð 6. Já. Þá er þetta bara gæi að taka myndbönd af fólki deyja og fremja sjálfsmorð eða eitthvað. Ó, við erum farin úr hryllingsmyndir. Nei, þetta eru hryllingsmyndir. Bíómyndir. Já, þetta eru bara gæjar að taka, sem sagt, myndbönd bara. Myndbönd? Já, og þetta er alvöru shit, þú veist, þetta er alvöru myndbönd af fólki að deyja. En ég segi mér, þessi listi er ekki bara bíómyndir þá. Jú, þetta er flokkað undir bíómynd, sko. That's so weird. Svona homemade. Þetta er bara flokkur, þar sem að fólki er bara, þú veist, er bara að setjast fyrir fram sjónvarpið og er bara að horfa á fólk í alvörni, bara að deyja og bara sjá limlestingar og afhauðanir og eitthvað. Ég var reyndar inn á Instagram, þetta var fyrir nokkrum mánuðum og ég er að followa svona bara sem sýnir heldur á byssum og eitthvað hannig. Ok. Instagram page og svo er bara myndband af einhverjum gæja í Kólumbíu bara keppa einhverja poor gellu. Og þetta var real shit, sko. Á Instagram. Á Instagram. Þetta er líka bara svo sikk að það sé markaði fyrir þessu. Ég segi live leak. Og þetta var ekki neðsta stig, það voru 8 stig. Live leak er allstaðurinn, þú veist, ég hef séð real death þar, þú veist. Það er nefnilega ekki linkað sem horror thing. Það er meiri bara svona, þú veist, what the fuck, that's stupid thing. Eins og því sumir, ég ætla að fara í slag við hennar gaur, svo tekur annar gaur sverð út. Og svo deyr henni ekki fólki. Þetta er ekki horror thing, þetta er meira svona what the fuck were you thinking, man? Sko, þetta er, sko, ég horfði bara á að þriðja og svo skipaði ég inn í bara því að á þriðja þá voru að tala bara eitthvað ógeðslegasta seti sem ég geti ímyndað þér. Svo ég skipaði bara til að vita hvað fokkarum væri seinna. Og ég var bara svona, þú veist, ég tók alveg svona bara moment bara, ok, ég er ekki að fara lengra hérna. Já. Ég get ekki höndlað að vita hvað er á næsta stigi, af því að þetta, þú veist, að horfa bara hluti deyja, það
þú veist, það er bara svo fjarri því sem að er venjulega manneskjan. Við erum okkur að tala um horror. Það eru nefnilega mismunandi gerðir af horror. Það eru, þú veist, Hollywood horror er mest núna bara spookin you. Já. Make you surprised. Ekki að reyna að creepa þig út. Og svo eru svona creepy myndirnar. Þú veist, Japan eru best í því að gera svona creepy horror myndir. Já, það að lætur þig líða unsafe. Já, svona eins og Gurge og það shit. Einmitt, og þú veist, Oni eða hvað sem það heitir, þú veist, einmitt, draugastelpur og svona. Og svo er og svo Japanar eru líka með fucking mikið af draugasögum sem eru fucking spooky, sko. Einmitt, og svo er unsettling horror, sem er eins og, þú veist, mér finnst það merkilegt, þannig að, þú veist, ég lít á horror sem fyrstu tvennt, á annarkvort að hræða þig, eða svona surprise þig og hræða þig, creepa þig út, en svo er horror hvað það er bara svona til líður illa. Já, þetta er... Það er svona gore shitið, real gore er einmitt í þessu þriðja camp, þú veist, eins og þessi kona, sem stappaði á hausinn á korpum. Já. Þú veist, það er ekki, ég myndi ekki flokka sem horror, en það er það sem bara, þú veist, þetta er fucked up, hversu fucked up getur heimurinn verið, skilur Já, það var einmitt einhver svona YouTuber-gæla sem var að stappa á sníglum og einhverju shiti. Einmitt. Þetta var bara open YouTuber á, sko. Einmitt, YouTuber. Ég sýndi Hilmar þetta, nýlega. Þannig að ég fann fyrir 2 árum eða eitthvað muni eftir mosque shootinginu í Nýja Sjáland. Í Nýja-Sjálandi? Já, ég er nýsjálfskur, ég var að fylgjast með þig, Já, en ég reyndi ekki að horfa á mikið, ég bara var að fylgjast með fréttunum, skilur sko, ég fór inn á Reddit og bara eitt af fyrstu hlutunum sem ég sé inn á Reddit eftir þetta gerðist var einhver búinn að klippa það Einmitt. sem Call of Duty hvað heitir Sem er eins og fucking siðmyndi, Black Ops 2 trailer That's so fucked og ég var bara hold up. Oh my god. En svo er líka spurninga því að, þú veist, við myndum tala um ráðumann ekki eitthvað setna, þú veist, hvort að maður eigi að gefa þeim þetta publicity. Ég er nefnilega undir því einmitt og það var bara svona, hey, þú verður í fangilsi, en fuck off. Þú átt ekki að gefa þeim athygli. Þú veist, er það gott að vita allir hver Ted Bundy er? Það er nefnilega, eftir einhverju komin í fangelsi, þá finnst mér eins og annar level. Hvað er það, hey, þú veist, það er leiðilegt að þú fær publicity, en fólk veit bara svo þetta er hvað gerist við criminals, en eins og, þú veist, eins og Columbine shooters, athygli er einu sem þið vildu, og aðrir sjá þá, og eru bara, þú veist, allir að tala um það. Já. Ég vil að allir tala um mig. Já, Mér og finnst líka, það, þú veist, fókusin er tekið svo mikið frá fórnarlömbunum. sér einmitt, nefnilega einmitt það, mér finnst þess að það er kannski ekki romanticized, en eins og þú veist, þeir sína alltaf mikið morðingjan. Mér finnst þess að morðið og þeir sem eru myrtir skipta máli. Já, eins og fucking Morðingjarnir sjálfur skipta minnstu máli. Eins og Breivik, gæinn í Noregi. Já, Hann vildi komast í fréttinnar. einmitt. Var hann ekki að reyna að uncovera eitthvað conspiracy í governmentinu? Ég veit ekki, en ég man allavega að það var, sem sagt, þegar hann horfði á, þú veist, hvað hann hafi gert og eitthvað í réttasalnum, þá átti hann að fara að grenja því hún fannst það svo fallegt. Þú veist, gæinn var náttúrulega bara vel veikur, sko. Ég segi eins og ástralíski gaurinn, hann var, þú veist, að stríma þetta. Það er ekki spurningum, þú veist, hvort hann vildi vera frægur eða hvort hann vildi bara fólk sáu það, skilur Við erum tala um mosque shooting. Mosque shooting í Nýja-Sjálandi, það var ástralísku gaur sem gerði það nefnilega. Og einmitt það, þú veist, það var einmitt það, hann vildi að fólk sáu það. Það er ekki þú veist, allavega er ég ekki búin að delfa ná mikið í þetta hvort hann vildi vera frægur eða hvort hann vildi bara að fólk sáu það. En hann vildi að það væri frægt og það varð það. Og veist, það að tala um að það gerðist er mikilvægt. En mér finnst þess að gauðinu sjálfur, það ætti að vera bara svona, þetta er hræðileg mannskja, punktur, þetta er hvað gerðist. Ekki tala um hann, skilur mig sjálfa. Já. En það er svona erfitt, svona lína, skilur mig. En þú veist, það er svo mikið hlutum eins og á ég að bara þurfa að vita að gæinn, þannig að sjúfettiskiller var bara að saga fætur úr kellingum og geima það sem minjagreipi. Ok, ég veit ekki hvað það er. Sjúfettiskiller, það er gæinn sem Já, hann var til dæmis í Mindbender. Já, hann var alltaf með hælaskona. Já, en þú veist, ég hlustaði á þáttum hann í morðkastinu. Og þetta var bara eitthvað fetti sem hann var búinn að eiga frá því hann var krakki. Og sko, hann var að eiga minjagreipi, þú veist, hann var að taka brjóst af konum og eitthvað, þú veist, og hausana og eitthvað, þú veist, er þetta einhverju hluti sem ættu í raun að vera gefnir út eða? Þú veist, við ekkur þetta ekki bara svolítið svona copycats ef það er og mikið af þessu. Það er mitt málið, þú veist, þetta,
ef þú ert farin það langt, þú ert næstu bara að gera það entertainment at that point, er það ekki? Vegna Jú. þú veist, hvað lærum við af því nema það að hann er sick individual og við vissum það nú þegar. Já. Við þurftum ekki að vita alla söguna til að vita það, skiljum við mig. Það pæli í, þetta er svona sexual gratification fyrir þá. Þeir Já. munu bara, heyrðu, ég ætla að fara að runga mér eftir bara að hafa myrt einhverja 3 konur í einhver herbyggi. Bro, Já. þau vita að það er svo víst, ekki stan accounts kannski, en þú veist, stelpur á Simpa, quote unquote, fyrir Ted Bundy og morðingja og svona. Já. Þú veist, það er bara þing, og bara, morðingjar Já. heitir. Maður bara, what? Ok. Það eru líka fucking margir Og við erum Það góð. eru líka fucking margir fangar sem að bara giftast á meðan þeir eru í fangilsi, bara einhverju gælu sem þeir þekkti ekki neitt fyrir. Einmitt Já. hérna Charles Manson og svona, þú veist. Mér er bro, þú veist. Hvað? Það er eins og, ég veit ekki, það er einmitt það, þú veist, þú ert að viðurkenna það að þú byrjar að tala með einhverjum morðingi, það ekki? Það er ekki Já. charismatic, þú veist, það kom ekki fram þarna. Með Ted Bundy, þú getur sagt, hann er heitur, þótt hann var ekki það heitur, ég skil ekki af hverju fólk segir að hann var eitthvað það heitur. Hann var bara fucking charming. Einmitt, hann var charming, en þú Það veist, er hluturinn við serial killers, þeir eru oft ótrúlega charming. en ég segi eins og þú veist, sumir, eins og þú veist, kona fór að tala við Charles Manson og svo giftist hann. Hún kynntist honum mörgulega vegna þess að hann er morðingi. Já, og mér finnst líka að Charles Manson, af því að hann notaði svo mikið af, þú veist, fucking hugrænu kjaftaði, Já. að hann átti, þú veist, hann átti nú svo sem eiginlega ekkert að fá að skrifa bréf, sko. Gæinn var að heila þó fólk, sko. Já. En það er einmitt, mér finnst það góð punktur, er einmitt, þú veist, réttindi, nei, við ætlum ekki að fara að tala. En einmitt, Charles Manson, hann hefði átt að vera svona special case. Já, Við af því- því að, þú veist, gæinn lét fullt af úlingskrökkur sem voru bara venjulegi krakkar fram með fjölda sjálfsmátt. Einmitt. Og svo bara svona, nei, hann heldur áfram að tala, svo hvað breytist það? Hann var sendur í fangilsi og einu sem hann er, munurinn er að þeir sjá ekki andlitið hans lengur, en sömu orðin kom út. Já. Við vorum mjög fljótt út í fjöldamorð. Já, en mér langaði líka að tala við vorum að tala þetta áðan í bílnum þegar við vorum á leiðinni hingað. Já. Þarna, þegar að lögreglan er svona að heila þó að fanga og eitthvað svona, þú veist, að þegar að fangarnir eru með, sem sagt, hvað kallaði ég þetta áðan, þarna, ego, þarna, alter ego, Já, þegar að, sem að er í rauninni morðingin en ekki þeir. Mér finnst það svo, sálfræði er svo flókið topic nefnilega, en það er ekki pure science, maður getur ekki viðtöld svörin, þannig maður verður bara að zooma eitthvað sé sannleiki og eitthvað sé lygi. En svo John Wayne Gacy, veistu hver það er? Trúðamorðinginn hann það? Já. Nei. Það er hérna trúðamorðinginn, ég skal sýna mynd, þú verður að Hann sparka er aðeins. einn af þekktustu morðinginum allavega í Bandaríkjunum. Hann var sem sagt trúður, örugglega, þú veist, örugglega ástæðan fyrir að It var fucking til, sko. Já. Sko, Og hann kallaði sig, já, sem sagt, hann átti alter ego sem hét Pogo the Clown, sem var sem sagt trúðurinn, sem Já, að... þetta er just frægasta Pogo the Clown myndurinn. Já. sko, ég gæti alveg hafa heyrt hann, ég og Emma hlustum á podcast á leiðinni til Reykjavíkur, alltaf serial killers. Það ættir að hafa eitthvað til að segja núna, maður. En ég man ekki neitt hann en. John Wayne Gacy er nefnilega ekki eins og, eða allavega frá mínu sjónarhóðni, þú veist, eins og Charles Manson og Ted Bundy og þeir eru mjög delved into, skilur mig, og með Pogo the Clown, ég heyri meira bara, þú veist, þetta er crazy ass trúðamorðinginn sem Já, hélt áfram að vinna en sem sko, trúður. hann var að selja málverk úr fangilsi, hann sem sagt fann sig í fangilsinu meðan hann var í fangilsinu. Þá var hann að mála listaverk og hann málaði Pogo the Clown oft, sko. Og hann málaði líka It trúðinn og seldi þetta, sko. Svo þegar að, eftir að hann var drepinn, þá var sem sagt keypt öll listaverkin og brenta og boðið öllum fjölskyldum fórnarlambana til þess að koma og horfa á brenna af listaverk. Á brennuna, ok, ég ætla að segja bara svo, bro, what? Brenna hann. Nei, ég ætla að segja bara svo hvað, ég ætla að selja þeim listaverkið að gera Nei. það, ég ætla að koma að ræðilegt, en það make sense. Ég og Viktor eru mjög mikið aðdándar af manni úr Mindhunter. Og hann var real life serial killer, Edward Kemp. Ég heyrti það náttúrulega. Hann er eftir 2 metra stór gæi með gleru og svona big eye. Það er eitthvað ótrúlega creepy en samt charismatic við hann á sama tíma. Hann er líka leikinn svo fucking vel. Ertu búinn að sjá samanbyrjun af viðtalinu við hann og þú veist,
við þegar að gæinn að tala? Nei. Það sjúkt sko, þú veist, hann nánast að tala eins og gæinn í myndbandinu nema að því að hann með svona dýpri röddu og svona að tala rólegra svo hann ennþá meira skeri heldur en gæinn í actual viðtalinu. Ed Kemper. Já. Ed Kemper. Já. Hann var þekktur fyrir að afhöfða stelpur og ríða hálsinum á þeim. Já, sem að bara það mest sick sko, sem að ég nei, það ekki mest sick. Nei, ég hef heyrt verra sem fucked up til að segja en Sko, einmitt, þú veist. Hann var eitthvað að abjúsaður af mömmu sinni og þá fer hann eftir nemendum hennar og eitthvað, ég man ekki hvað það var. Hann drap mömmu sína fyrst, eða ekki? Nei, hann drap ömmu sína fyrst. Hann drap ömmu sína fyrst og fór svo í úlingafangilsi. Já. Og svo drap hann mömmu sína. Eitthvað þannig. Það var stendur að myrði. Ég held að hann hefur drepið svona grad student sem að mamma hans var að kenna eða eitthvað. Nei, hann byrjaði því að drepa mömmu sína því að það svo oft sem að morðingjar eru með svo tvistaða, sem sagt, móðufíguru. Einmitt. Hann var abused by his mother. Já. Drap amma og ömmu sína, 15 ára gamall. Já, fór svo í úlingafangilsi. Já. Og var svo losaður og svo drap hann mömmu sína. Hann fór í hospital as a criminally insane juvenile. Já. Þannig að það rare case í Bandaríkjunum hvað það sendi einhvern í spítalinn í staði fyrir fangilsi. Já, en þú veist, það ætti bara eiginlega að halda honum og það náttúrulega lengur, sko. Það nefnilega, einmitt, það með svona fólk. Ég hef tekið umræði við aðra þetta. Mér finnst eins og einhver sem svona hættulegur fyrir heiminn, hvað á maður að gera? Þú veist, auðvitað núna var það of seint, vegna myrtur 10 manns. En þú veist, það að hann hafi myrt ömmu sína og var fyrir alvarlegu heimilisofbeldi heima á sér og setja hann svo aftur í þetta umhverfi þar sem hann með gerandanum að þessu heimilisofbeldi. Það svolítið, mér líður eins og það hafi ekki verið hugsað almennilega í gegn þar. Ég segi einmitt, þú veist, hvað væri perfect lausnin? Eða þú veist, auðvitað aldrei perfect lausn, en einmitt, þú veist, það að taka hann í burtu, augljóslega, ekki sitja í sama foreldraheimili, já, augljóslega ekki gera það, en hvað ætti hann að vera í fangilsi restur af lífsinu? Nei. Það samt ekki bara norm að ef þú drepur ykkur, þá ertu life for prison. Já, en hann var, þú veist, hann var með svona geðveikur eitthvað svona greiningu. En þarna aftur, þú veist, eins og sumir morðingjar, drepa einhvern bara crime of passion, eða þú veist, hann var að sofa með konu minni og ég var geggjað pissed og ég drap hann og hann bara sendur í lífi fangilsi vegna þess að drap einn gaur fyrir mjög specific reason. Svo einhvern eins og hann, geðbilaður, hefur enga stjórn á sjálfum sér eða, þú veist, allavega enga stjórn eins og við þekkjum það. Hann náttúrulega hafði sínar ástæður, sko, sem að hann gaf af því að hann, sem sagt, sagði að þetta var bara þessi twisted móðufígura. Einmitt, en hann drap ömmu og afa sína fyrst. Já. Sem við vitum ekki hvað stórið á bak við því, en það allavega ekki að vonda hjá mömmunni. Nei. Og svo erum við ok, við leitum hún aftur út, allt í góðu. Ekki líka bara svona mælir, þú veist, ekki svona tikkmælir þar sem hann fyllist bara. Þú veist, ef hann bara undir fokkið miklu álagi, þú veist, heima náttúrulega mammans bara buffa hann og andlega að ofbeldi. Og svo fer hann þangað og amma segir bara kannski, þú veist, hey, fokka þér. Og þá bara tekur hann að fucking skera hann í hausinn. The psychology of murderers, þú veist, hann var sendur í spítala, þannig að pottið þurfti að tala við sálfræðinga á hann að koma út. Já. Þannig að þú veist, hann myrði ömmu og afa sinn og svo erum við svo, ok, þú ert búin að vera hérna smá, ertu góður? Og hann svo, já, þú ert ekki taka eftir neinu að ég tilbúin að myrða 8 fleiri manns og ríða hausur þeirra, ég meina hálsinn þeirra. Líka Edward Kemp var mjög góður í að segja manni, fólki það sem þið vildu heyra. Já. Já, kannski einmitt. Hann var fucking góður sálfræðilega sér, sko. En það einmitt, já, það svo merkilegt vegna þess að svona morðingi margir morðingi gera, þú veist, afsökunina eða hvað sem þú vilt kalla það. Svo nei, ég var bara brjálaður, þú veist, þetta er ekki mér að kenna. Hann vildi líka meina að löggan hefði aldrei náð honum að hann hefði ekki gefið sér fram, sko. Hann gaf sér fram. Það er svo merkilegt. Hann hringdi í lögguna og sagði þeim að hann hafi gert það, sko. Hvernig gerði hann það? Hann var líka vinur lögguna, sko. Já, hann var alltaf að tala við lögguna. Þau hékku saman á barinum og töluðu caseið og eitthvað. Já, hann var alltaf að spyrja Svo hann myrti ömmu og afa sér og sagði, já, það fyrir óst 15 ára, silly boy. En sko, þú náttúrulega áttar þig á því að, sko, kannski var þessi geðdeild bara, þú veist, fucking fulla því að það er fullt af fólki sem það er og, þú veist, þeir hafa ekki beint, þú veist, þeir hafa ekki haft pláss fyrir þeim, svo þeir losuðu bara. Það einmitt í Bandaríkjunum, ég var að hlusta á commentary sem er alveg tengt og segir hérna,
Það var talað myndir The Fanatic. Hvað var bara svo hver myndi leyfa þessum augljóslega geðbilaðari mannsku að vera laus á götunum og ekki á spítala. Já, Bandaríkjun. Já. Búm. Þú veist, geggja political en líka bara staðreitt, skilurðu mig? Ég man ekki hvað eru margir serial killers núna operating í Ameríku. Er það ekki eitthvað 15? Ekki hugmynd. Það eitthvað merkilegt við það. Mér finnst það líka svo weird vegna það er bara svo, there are at least this many murderers. Það er bara sem þú veist af og veist samt ekki af. Þú veist, maður veit aldrei hvað í alvörunni talan er vegna þess að flesti koma fram randomly out of nowhere og svo getur af 30 manns og bara what? Já, þú veist bara eitthvað missing case. Einmitt, og við höfum enga hugmynd hvort það var morðingi eða kidnapping eða hvað og við erum, þú veist, og það er bara svona að reyna að gíska hversu margir morðingi það eru. Á morgnana er ég serial killer með sé. Já. Murderers. Serial murderer, maður. En þú veist, það er alveg Cheerios. fullt af missing cases kjaftaði allan heiminn, sko. Einmitt. Þú veist, bara á Íslandi þá er nóg í heila fucking bók, sko. Ég þarf reyndar að lesa þessa bók, sko. Já. Þá er ég ekki að fara að yfirgefa húsið. Þetta er alveg spooky shit og það er fólk bara búið að hverfa á Dalvík, sko. Aldrei búið að finnast aftur. Reyndar hvað er Missing 411. Það er gæinn sem skrifaði þetta. Hann gat ekki díla við þetta lengur og drap sjálfan sig. Hver var gaurinn? Ég man ekki hvað hann heitir. Þú verður að gefa okkur aðeins bara. Já, einmitt, var það morðingi? Var hann kidnapping? Victim? Þú sagði bara eitthvað Hann gaur. var bókstaflega FBI agent eða eitthvað. Já. Skrifaði bók sem bara, hann investigataði case'un og svo skrifaði hann bók þau. Þetta er, gaur, það er einmitt svona vinna sem ég myndi aldrei vilja hafa. Vegna þess að ég myndi að reyna að fara að sofa og það er einhver þarna sem var einhver dauður eða að deyja eða Já, kidnap. ég geti aldrei verið lögga, sko. Einmitt, þú veist, það er svona dót, ég get ekki farið að sofa. Hvernig á að vera að líða líf? skondið að því ég ætlaði að vera rannsóknarlögregla þegar ég var krakki. Gaur, nefnilega, þú veist, ég myndi að lögregla á Íslandi þarf samt að hafa svona hugsanir. Já, Og já. við erum því besta landi fyrir það til að hafa lögreglu sem þeir ekki að gera shit. Þú veist, David Polaris, hann var bara lögreglumaður. Hvað heitir þetta? Police officer? Já, police officer. Það er lögregla Þú veist, var hann eitthvað hærri uppi eða það? Rannsóknarlögregla. Sergeant. Ég veit það ekki, en hann var bara detective, sko. Já. David Polaris, hann draf sig út, hann gæti ekki bara að díla við þetta lengur, sko. En maður ímyndi það, hversu létt það er svona létt, skilur mig, innan við, maður sér fakta lélega löggurnar sem eru til. Maður hugsa, þú veist, þetta eru góðar manneskjurnar sem þurfa að reyna að hugsa svona með conscience, skilur mig. En það er líka bara að sé til nóg í fucking bók á Íslandi og þetta er alveg mikið af cases. Einmitt. Og það er Íslandi, þú veist, Já. ég veit ekki hvað land, þú veist, nema Gibraltar eða eitthvað, þú veist, eyjur sem myndi vera með betri criminal rate, sko. Já, en þú veist, Þið skilur hvað ég meina? Ég að segja, þetta er líka bara eitthvað dæmis sem við pælum ekkert í. Einmitt. Maður vill ekki hugsa út í það. Nei, og þetta er líka bara ekkert sem er sagt mikið í fréttum og eitthvað. En það er spurning, á maður að tala um það ekki? Það er einmitt svona, þetta þeng, hvað við værum ekki að romanticize neitt sem er að kidnappa eða morðinginn á Íslandi, en við værum að tala um vandamáli. Hversu mikið viltu heyra? Já, en svo er líka bara, þú veist, hvort að sé mikið af þessu er bara eitthvað sjálfsvík þar sem hann hoppaði fram kletti, sko. Já, einmitt. Þú veist, hérna á Íslandi er það minnst. Gali, þú komst með 1 punkt og það var bara fucking líf. Sko, ég var kannski, sake. ég er að rugglast kannski að manni, sko. Og þetta var bara punktur out of the blue. Ég skal leifa þér að googla aðeins, fyndu bókina. Mér sýnist, ég er búinn að finna bókina, en ég held að ég er að rugglast á öðrum þarna sem var tengdur bókinni, veginn. Ok. En ég ætla að segja hérna með sjálfsvíg á Íslandi. Mér finnst þess að það er ótrúlega líklegt. Missing person, sko. Og líka það er svo mikið af hrauni og einhverju kjaftaði. Einmitt, hérna út í náttúrunni. Þú getur léttað að týnst. Þú veist, ímyndaði þú drafst þig einhvers staðar í mið-Ástralíu. Þú myndi enginn finna líkaminn ef þú ert hjá bæ. Þú veist, skilur mig? Og ég meina það er enginn búinn að finna Guðmund og Geirfinn ennþá þótt að það sé búið að vera að leita en fokki mikið. Einmitt, þú veist, þetta er Ísland. Það er svo mikið sem að, þú veist, eyðimörk er ekki rétt orðið, en sem er bara uninhabitable, ekki, enginn að búa það. Hrauni. Einmitt, þú veist, uninhabitable er rúglega rétt orðið. Og líka hálendið er ekkert eitthvað mikið af fólki að búa þar, sko. Einmitt, þannig að þú veist, það er fólk að fara út. Hver eru líkurnar einhver fundir ef hann hoppar niður kletti einhvers staðar? Út í sjó. Einmitt, þú veist, Engar, sko. einmitt, og þarna er hellinga missi victims. Já. Þannig þarna er spurning einmitt, ef það var komið á fréttanum, myndu vera hrætt af því að það eru 300 victims, kannski eru bara 20, við höfum enga hugmynd. Hversu mikið viljum við láta fólk hugsa um það? Mér langar að búa til íslenska hryllingsmynd. Eða allavega að sjá hana, ég myndi ekki nenni að búa hann til. Viktor, Þorsti.
Eða þú veist, góða hryllingsmynd, þú veist, Hollywoodmynd sem á að hafa gerst á Íslandi. Bróður minn gerir stuttmynd, hérna, svona Saw take að því. Það setti keðju í gegnum bringun og gaur og þurfti að veiða hana út til hana á lyklunum og svona. Já. Það var skemmtilegt, en stuttmyndið þetta. Ok, Viktor. Já, þarna, ég borgaði mér rétt. Þá skulle ég setja á mig gaskrímuna og lappa með þarna exi. Og myrða fólk bara. Já. Ég segi við gerum stuttmynd. Ég hef ekki til að gera. Live action movie. Ég er að fara að útskrifast eftir næsta önn og ég nenni ekki að fara að vinna. Já, ég nenni samt ekki að gera stuttmynd, sko. Nei, ekki stuttmynd, við gerum bíómynd, ekki trygglum að. Gerum Gera dokumentari. bíómynd, áttu þú bara kassið fyrir því eitthvað. Já, við maður, tilvöldlá. Stuttlá, Og 20.000 við eða ætlum að kasta þessa 5 íslensku leikara sem eru í öllu. Já, einnig, þá seljum við miða. Steinda, Nei, þeir náttúrulega mega ekki að því að þeir eru, þú veist, það eru gamanleikarar. Við erum að tala hérna, Konuna sem er í við erum að tala Óladara, Já. Ingvar Ilm. Víking. Já, og svo er náttúrulega eitthvað Gaurinn, fólk ekki sem að, fólk sem að maður ekki alveg nöfnina. Einmitt. En Höfum latta þarna sem cameo samt, það seljum miða, sko. Viktor, Sittum á pósterinn þáttan er. segðu mér, Tekur ekki þátt. hver drap Friðrik Dór? Er það góðið þætti? Ég er ekki búinn að sjá það. Ég er ekki búinn að horfa á það, sko. Já, fyrir ekki Dór dáinn. Nei, þetta er gaman þættir. Ok. Já, er þetta gaman þættir? Þetta er gaman þættir heldur, Já, sko. ok. Villi Netto er í þessu. Já. Hann er bara orðin í, hann er í öllu núna, sko. Já, ég held að hann sé líka að reyna að stíga svolítið upp og reyna að taka skrefið frá því að vera svona, þú veist, Instagram comedian. já, Instagram celebrity yfir að reyna að fara sig yfir í allt. Ok, ég held að við erum svolítið farin frá hryllings sem við byrjuðum á. Já, já, Human Centipede. Hafið þið pælt í hversu sick þetta koncept er? Ó, gaur, ég horfði á, þetta er ekki brandari by the way, South Park þátt sem var Human Cent iPad og ég var svo disgusted að ég horfði aldrei á þáttinn aftur og ég eitt hann af tölunum minni. Ég man var ekki alltaf að borða squid og skýta fram hann í kurðan. Einmitt, svona, should I eat this sem er gott fyrir kerfið eða squid with eitthvað því sem lætur í feta og ég borðaði það alltaf vegna þess að hann var að tala í rassin á honum þannig að ég heyrðist ekkert hvað hann var að segja. Ég þori ekki að horfa á þessu mynd, sko. Nei, það er eina hryllingsmyndin sem ég finnst þess að ég veit ekki hvort ég geti sagt já við. Já, Ég til núna að þá horfa- veit ég fullt af hryllingsmyndu sem ég myndi ekki segja já við. Ég myndi segja já við flest alla nema Human Centipede vegna þess að þarna er this genre sem er bara disgusted. Þú veit ekki að fylga horror eða creeped out eða þú veist unsafe eða bara þú veist finnst heimur hræðilegur staðar þú er bara disgusted. Trúðu mér, það er mikið að sittið þarna underground sem þú vilt ekki sjá heldur. Já, ég er búinn að hvað yngra á. Kjaftaði sem ég var að tala um áðan til dæmis. Maður. Langaður að horfa bara á 1,5 tíma að fólki að hoppaði fyrir lestir og Það er nefnilega málið, mér finnst það er svo skrítið að telja það sem bíómynd ef þetta Er eru bara það klippur, homie, skilurðu. bara movie sem fólk setur á the dark web? eða? Sumt. Það er hvað ég er að tala um, þú veist, telst þetta sem bíómynd þá? Ég Ef held þetta er bara ekki. stutta klippur, ég myndi ekki segja það. Þetta þurfi ekki þannig að vera stuttaklippur, sko. Já, en ég er að segja þú veist, nefnum ef þetta er klukkutíma hálfu lang Þetta er alveg svona artsy shit, sko. Já, Kannski já. að platast það kannski. Vísi, eigum við að eftir þetta horfa á 1000 Degree Challenge Challenge. ISIS beheading. 1000 degree knife challenge, ISIS betting. Það var einhver sem var að ganga, þú veist, það var Nei. einhver ISIS-myndbönd að ganga einhverju Já. tímabila þar sem að það var bara, þú veist, hægt að sjá bara einhver gæja að vera afhöfðaðan. Já, það var bara common thing, þú veist, Já. Ég Átján kannski? Já, þetta Já. var 2018-2019, ég sá að Æ, var gæja vera skotin í hausinn og bara hausinn hans bara Já, en þú veist, af hverju fokkanum var þetta þing? Ég reyndi að út vóta af það. þeir voru að uploada Já, ég... ISIS var að sleppti reyna að vera algjörlega. frægir frá því. Já. Ég horfði hérna, ég horfði á næstu ekki, ég horfði ekki á neitt á ISIS-dóttina, eins og þessi weird fights, hvað einhver myndi bara taka út nýf out of nowhere. Þú veist, það er hvað ég horfði á. Af hverju fokkanum horfið þú á þetta? Ég held að vinur minn hefur sendt mér þetta og ég bara horfði á þetta. Hvað, hefur ekki Rick and Morty, hérna, hvað Rick var svona, you should watch ISIS beheadings. Nei, af hverju myndi ég horfa á það? Because you're scared. Og bara, hvað var rifrið, veitir hvað ég er að tala um? Rick er að grína Morty fyrir ekki að horfa á ISIS beheadings og var svona, what the fuck? Hvað var Já. punkturinn þarna? Hvað pussískapur er þetta? Af hverju er þetta að setja það, þú veist, hvað átti þetta að vera? Það er líka svo oft sem að það er svona, þú veist, hei, gerðu þetta. Af hverju? Bara, þú veist, af því að þetta er scary. Ha? Það er, sérðu einmitt, svona real, þú veist, snafffilm, eða hvað sem þú vilt kalla þetta, real death things, eru ofta, sem ég hef hort á, er oft bara svona weird, ekki, húmor er ekki rétt á það, en svona dark húmor, hvað það er einmitt gaur sem svona hoppar yfir það, þú veist, Eins og... af þaki eins og hálfviti og deyr. Maður bara svona, þetta var ekki horror, þetta var fucking stupid. Já, og ég er líka að tala um eins og, þú veist, hafið þið ekki séð Two Girls One Cup? Já. Ekki allavega gegn.
Nei, væntanlega ekki. Enginn sem horfði á alla leiki. En þú veist, af hverju fokkanum er það þing? Það er ekki alveg, by the way. Er þetta ekki skítur? Nei, þetta er ekki alveg. Ég horfði á hérna YouTube short documentary það. Fucking gott. Gaurinn sem gerði það var bara svona, nei, þetta var jógurt. Já, ok. Maður sá það skýta þess. Já, þú setja upp rassinu aftur út. Það gerir það samt ógeðslega. Ég verði það ógeðslega, það var bara ekki alveg skít. Já, en sko, þú veist, af hverju er þetta hlutur að fólk er bara eitthvað, hei, þetta er ógeðslegt, horfðu á þetta. Ha? Það er human curiosity, maður. Það er nákvæmlega það. Human curiosity er mjög sterkt. En þú veist, Það þá var líka... svona eins og vírus. Já. Þetta er bara bókstaflega COVID in a nutshell, þetta bara dreifist. En það var líka alveg shit eins og, þú veist, það var eitthvað eins og one guy, one jar. Það sem að gæja að tróða krukku upp í Það horfði askan. ég á. Já, skrúfa. Sami gaurinn Já. og gerði þessi gaur heitir Wang, hann er fóðum glæsilegur, plug. Hérna- Ég ætla bara að taka orðið inn fyrir þig. Já, Ég ætla thank ekki you. að leita það upp En hann gerði líka, þú veist, þetta var á YouTube, þannig að máttu auðvitað ekki sína. En hann hafði audioið fyrir One Guy, One Jar og bara svartan skjá. Og þú veist, ég horfa hans þess hlusta á YouTube með hann eldar og svona, þannig að allt í einu heyri ég bara blóðugt gler springa og hann að taka það út. Ég var horfði svo, ekki á þetta, sko. Ég hef aldrei séð það, ég hlusta bara á audioið og það var nógu mikið fyrir mig til að vita, ég ætla alltaf að horfa á það. Ég er þetta var í Vaffuma og það bara, heyri, Halli, sjáðu. Og svo tekur hann upp síman og sýnir mér bara gæja skera toppinn sinn, kónginn sinn af. Ó! Solid. Hann bara var Olympics. búinn að setja núna svona lítið bretti og Já, ég held að það var fake líka. Pain Olympics var stórt þing og það var fake. Var það fake? Já. Já, ég var búinn að heyra að því líka. Sami gaurinn gerði líka stutt dokumentari það. Já. Hann var einmitt að tala um það, hvað því gaurinn var bara svona, it's obviously fake. Hvað meina obviously? Og svo gaurinn sem var að gera dokumentari horfa á þetta. Og auðvitað var hann aldrei að reyna að fókusa, en hann fókusaði vegna þess að hann voru sagt þetta var fake. Og þetta er fake, vegna þess að þetta er venjulega eftir að reyna ekki að fókusa á tippið og skorið af, en ef þú horfir á það, þetta er fake, ok. Það var líka náttúrulega Apparently. One Guy, One Horse, það sem var gæði sem var riðið til dauða á hösti. Oh, Það Mr. var ekki Fingers, stelpa. Mr. Hands. Nei, Mr. Hands er gaurinn sem fekk hestatippið alla leið inn og dó vegna því. Og það var bestiality loss vegna því. Það var Mr. Hands. Það var... Hey. Nei, Þú það er veist so weird. alltof fucking mikið um þetta, gaur. Já, ef Mr. það er weird stuff á netinu veit ég um það. Þú veist, bíómyndir og þættir og svona veit ég lítið um. Þess vegna Netið- elska ég að hafa þig þú veist, í einhverju svona samræðum, af því að þú veist svo fucking mikið af weird shit eins og oft ekki að veit um. Ég veit. Og þú veist, það er svo mikið af svona, þú veist, ætti ég að spyrja hann um þetta? Nei, ég þori þig ekki. Víksi veit um allt þetta svona weird two girls one cup shit sko. Já, og líka Svo bara við- weird ass clown shit, sko. Já, og svo Viktor Þetta podcast er að fara að vera, ok, við tölum um hryllingsmyndir í 15 mínútur, svo tölum við um morðingja. Hvað erum við að tala um núna? Nú erum við að tala um eiginlega alvöru svona morð. ógeð, Við bara erum kjafta á bókstaflega netinu. búin að fara bara Þetta var einn vegur Við erum bara að fara lengst Nei, við erum Nei. alveg, við erum alveg að tengja þetta ágætlega, sko. Ég er alveg sáttur við stefnuna. En sko, Sure. Viktor veit allt um hryllingsmyndir og svo kem ég með eitthvað svona ótrúlega violent inn. Ég veit ekki allt um hryllingsmyndir. Ég er að reyna að, þú veist, mér langar ekki að fara í þetta ógeðslega shit eins og Human Centipede og það. Mér langar bara að vera í þessu grunnleveli. Human Centipede nefnilega einmitt, það fyrir mér er það bara gross, vegna þess að þú veist, ég skil fólk með random fetishes, en þetta er svo Þetta er ekki gross, fetish. einmitt, það er málið, þetta er bara sett upp sem gross forced situations, svo það er málið, það er hluti af því sem ég er creeped out við, vegna þess að ímynda að vera miðjun á Human Centipede, þú ert í þessu hræðileg situation og þú kemst ekki út. Já, ég horfði Það er líka hluturinn sem er bara svona, infographics video þar sem að var alveg tekið þetta bara, hei, þetta virkar ekki, þú veist, þú myndir fá sýkingu í munninu á fyrsta degi og myndir deyja. einmitt, en það er einmitt málið, þú veist, að vegna þess að maður horfir á eins og It og svona, suspension of disbelief, maður er bara svo, ok, þetta er trúalegt meðan við. En þú veist, ímyndað er að aftasti græn fucking drepst og þá ertu bara berandi líki hans. Ég ætla að fucking segja það einmitt, þú veist, í venjulegu bíómynd, ég myndi honestly vera bara svona, veist, já, er It trúðurinn að drepa mig? Slæst. Ég er ekki með þess að grínast, myndi fremja sjálfsmórt svo fljótt, sko. En í svona, ef einhver deyr, þá er hann bara decomposing mess fastur á öðru mannesku. Já. Það er nasty. Einmitt, þetta er svo gross. Ég myndi samt örugglega að horfa á þessa mynd ef að ég myndi þá vera með einhverju vinum mínum og við værum bara eitthvað, þú veist, hei, ok, við ætlum að hafa kveikt ljós og við ætlum að tala á meðan við erum að horfa á þessa mynd. Einmitt. Við erum ekki að fara að sitja tveir og fókusa í slögt í myrkri og bara eitthvað, þú veist,
ég manneski sem vill prófa allt í lífinu. Þannig að ég aldrei að segja ég myndi aldrei horfa Human Centipede, en ég vill ekki horfa á hana. Já. Sko, ef þú myndi hafa kvikkljósin, þá myndi vinur þinn sjá þig með hendunum í buxunum. Það er satt. Fucking Við höfum sæng, allir með sér eigin sæng og við bara lítum ekki niður. Já, þetta er eiginlega svona eina fettisinn sem að ég skil ekki. Ég skil foot fetish og ég skil, BDSM og það. Já. En þetta er eiginlega það sem ég skil ekki. Við það horror eða scat? Nei, þetta að sjá, þetta er svona ógeðslega gore fetish. Gore fetish. Eins og að sjá hluti deyja og sjá hluti vera kramda og eitthvað. Guro. Stra krakkar heima, googlið Guro, Google Images, go. G-U-R-O. Hvað er það? Þú ert eiginlega að segja mig hvað það er. Guro er bara gore á japansku og japanar eru bestar að gera fucked up shit. Ekki googla það, takk fyrir. Google Images, ekki Nei, hvað þið. Núna ertu að hlusta á podcastið og veist hvað það er, svo ef þú vilt googla án jokes, allavega viewer discretion is advised. Okay. Wow. Viewer discretion is advised. Ég ætla að setja það í byrjun á podcastinu, sko. Ég ætla að setja, nei. Ég ætla að fá live reaction frá Vikingi þegar ég skrif inn Guro. En þarna... Never mind. Er þetta ekki það Víkingur er ángriðs, ég þarf að segja að Víkingur er algjör fúra-fan. Sjáðu þetta. Já, en sko, kannski skilja þetta því að þetta er náttúrulega spenna. Þegar þú ert að horfa á eitthvað svona, eins og ef þú ert að horfa eitthvað hluti deyja, þá færðu það alveg svona, sjokk. Ok, Hagli, við gefum klám fyrir annan þátt, við erum ekki að fara of djúpt í þetta, það er topic. Ég er bara að nefna obvious fact hérna að þú ert mikið fúra-menn. Hvað er hann að sitja mig upp fyrir? Ég er mig líka við stráka og stelpur, maður. Já, chicks with dicks. Chicks with dicks er flús, já, ég skal segja það núna on podcast. Er það samt hobby hjá þér að vera bara að skoða eitthvað svona skrítið sér? Nei, það er bara... Þú ert ekki að runga þér yfir þessu? Nei, það er bara svona, ég lendi stundum í hólu, eins og í fakt. Ég bara checka fyrstu, through pages sem eru 10-15 myndbönd. Já. Ég hef ekki gert það lengi núna, sko. En er þetta þá ekki þannig séð hobby? Það var það, ég kannski getur sagt að það ennþá, en það var meiri þegar ég var ungur og curious, núna er svona, vegna þess að ég hef séð það nú þegar, þá er ég bara svona, ég veit hvað þetta er. Er þetta ekki bara svona, þú ert eitthvað bara að væpa og ert bara að skoða eitthvað skrítið sér? Nefnilega, ég fer niður hólu eins og hjá Wang, þessi gaur talar um one man, one jar, ég var ok, ég ætla ekki að horfa á það, en hvað annað fucked up shit gerði sami gaurinn kannski, og þá fer maður niður rabbit hole í 2 klukkutíma. Og ég var svo, ok, ég er búinn. Og svo ger ég það, og svo ef, eins og Viktor myndi nefna eitthvað ótrúlega fucked up sem ég ekki hýrt af, myndi ég kannski googla það, og svo aftur niður rabbit hole, skilur mig. Ég aktively er ekki svona, ég ætla að gera þetta í dag. Please, ekki byrja að googla gore porn. Please, ekki gera það. Ok, næsta topic. Nei, það er annað podcast, við gerum annað þátt gore porn, ég skal gera það. Já, please, ekki fara að skoða það, af því að mér finnst þetta að vera svo ógeðslegt. Ég skal sína þessa mynd á þessu. Nei, ekki, þú veist, gauðir. Sýndanum myndina. Já. En ef Guro, ég held að gore, ef þú googlar bara gore porn, það myndir örugglega koma upp verra en Guro, vegna þess að Guro, þetta er meira svona safe for work, ef ég gerði þess Guro porn að henda, myndir örugglega koma eitthvað verra upp. Já, ekki sína mér það, ég vil ekki sjá það. Viktor, það er byrjað hinn í hamsi. What the fuck? Það er byrjað hinn í hamsi hjá þér. Já, ég er orðinn spólgraður. Og þú ert líka þarna í svona ljósum buxum. Einmitt, rétt honum sængina, það er massífu samkynning. Já, þú ert að sjá Litlavík gjósa. Nice. Nei, en hryllingsmyndir, ég er líka, mér langar svolítið að vita sálfræðan á bakvið af hverju eins og mér finnst þetta að vera svona fucking spennandi. Mér finnst það mjög merkilegt, einmitt. Það að finna eitthvað er held ég aðal svona þengið, ekki að segja fólki sem er dernsæði bara að horfa hryllingsmyndir, en eins og að vera hræddur, þér líður svo sterkar tilfinningar, en ég aðal að horfa á lélegar hryllingsmyndir núna, vegna svo ég er ekki búin að vera hræddur við hryllingsmynd síðan ég var 10 ára gamall eða eitthvað. Já, ég er eiginlega sammálaður nema ég fíla ekki svona góðar hryllingsmyndir. Ef það er of mikið eins og ég horfði á Terrifier, mér finnst það að vera of mikið fyrir mig. Það er, hann sagaði gælu í tvent, niður frá klófinu og í haus. Það er svolítið mikið, sko. Það er kannski fjórða genre eða gross out, /gore, torture porn, /gore porn eða whatever, Það er Human Centipede og Saw og svona, sem er ekki scary,
heldur það meira bara svona gross out eða Já. ef þú ert með fetish fyrir því Ég andstæðan. fíla ekki Saw-myndirnar heldur, mér finnst það líka vera svolítið mikið fyrir mig. Mér finnst það nefnilega máli eins og It 2. Fyrsta myndin er fín. Ég hló útrúlega mikið. Já, It 2 er geggjuð, þú veist, bara grínmynd. Ég fór á hann í bíó og ég hlóa mér raskat. En það er Ég er máli. ekki búinn að horfa í þetta ennþá. Ég horfði á það með Ekki 1 vinum. né 2. 1 horfði ég á með gauð með klánofóbíu, svo það var ótrúlega fyndið og líka, þú veist, vegna þess að hann var skítrættur allan tíman og var að hristast, þannig að mér leiði illa fyrir honum og var hlægið þetta. Og svo 1-2 horfði ég á með, stelpu sem ég var að kynast í fyrsta skipti og hún var skítrætt bara á trailerinum fyrir. Þannig Þannig að það var líka mjög skemmtilegt, hún var líka skítrætt. Það er Hún gaman var að... komin bara í armana þína strax. Já. Ég er ekki að grínast. Það er gaman að horfa á hryllingsmynd með einhverjum sem er hræddur. Einmitt, það er einmitt málið, þú veist. Það er hluti af skemmturinni. Þú veist, annarkvort horfi ég á shitty hryllingsmyndir til að hlæja að þeim eða með öðrum til að skemmta mér að þeim. Þú veist, að hlæja að þeim er kannski vitlaust orðið en einmitt, þú veist. Það er... Ég hlæ alveg ofta hryllingsmyndum af því að mér finnst það að vera svo fárulegt, sko. Ég orði þetta none sucked. None sucked, já, ég samt. None sucked. Þetta var alltaf predictable. Ég er búinn að horfa á Conjuring og Annabelle og mér fannst það vera bara, þú veist, þetta er svo mikið bregðumyndir. Já, ég horfði á Annabelle Creation líka. Ég er mjög disappointed að þeir settu upp svona 7 victims og enginn dó. Já, Og það gerðist ekki fucking ég var líka, ég horfði þetta á með Hagalín og ég var ekki sáttur, þú veist, ég var alltaf að spá bara hver var að fara að deyja næst Einmitt. og það dó enginn. Það er málið í Bandaríkjum film, nú til dags, bara mega krakkar næst ekki deyja. En það voru svo 2 tanning/fullorðnar stelpur og svo þeir mega deyja, vegna þess að leikkararnir eru 18 ára. En samt Nei, í- þeir dóu ekki. Það var hæpað svo mikið upp fyrir þarna gælunni í kjallarnum að Já, það var einmitt. ótrúlega. Sem byrjum sökk. en eins og í It, það er fucking tekið þarna krakkan og éta hann. Það er svo, kannski, veistu hvað, ég held að vegna En það er náttúrulega því að myndin er frá gömlu. 1980. Einmitt, það er nefnilega það er based af gamlari bók og ennþá eldri mynd. En nú til dags, einmitt, verður að hafa eitthvað, þú veist, verður að blokka off, I guess. Er það eða? Ég veit það ekki. Ég held að það sé bara eitthvað weird standard sem Hollywood setur fyrir sjálfa sér. Mér líður eins og ég sé búinn að horfa á hryllingsmyndir frekar nýlega sem að eru bara krakkar að drepa, sko. Og það? Já, en hvað með eins og þarna, hvað heitir myndið þarna sem að kynnsjúkdóma, þú veist, sem sagt, It Follows? já, hún, það er ekki 18 ára krakkar í því, Hvað? í It Follows. It Follows er táningar samt. Já, það eru úlinga en ekki fullorðið. Já, leikarinnir eru fullorðnir. Já. Ég held að það sé einhver weird regla fyrir Hollywood. Ég held að þeir einmitt aðalega bara hrættu eitthvað fólk að kvarta, en á sama tíma það er líka marketing strategy að láta fólk vera hrætt að kvarta svona. Já. En Ég ég var veit bara ekki. að segja, það er alltaf að fengi hérna 16 ára pjakk, já, þarna fengi 30 ára gamla gauðra Mhm. til að leika 16 ára pjakka, sko. Það er einmitt máli að þú veist, meiri reynsla, betri fyrir leikaran, betri fyrir þá sem þurfa að vinna með þeim. Já. Það er okkur krakkar eru, þú veist, það er ekki margir góðir child actors. Það er líka eins og í Truth or Dare eða búin að sjá hana. Ekki hafa hana eða hafi ekki Já. séð. Ég hef séð review já. slash Það er grín bara á henni. fullorðið fólk sem er að leika úlingar, sko. Já, ég man eftir því, gerði hana svip, rétt eftir að vera búin að horfa á hana. Já. Það er sem sagt þarna með Við tókum bara Snapchat filter og svona, við getum gert bíómyndur. Já. En ég gerði hana svip og Emma neitaði að tala um mig heilan dag, sko. Var það svona hrædd? Var það hrætt Hún var bara dauðhrædd, sko. Oh my Aha. god. Við erum að horfa hryllingsmynd með henni þá. Ég líka eftir að, með að vorum að horfa á World War C, það er alveg spooky mynd, sko. Ég hef aldrei séð hana. Með það? Mér finnst það vera smá spooky. Fyrir mér nefnilega einmitt, ég hef ekki verið hrættu við hryllingsmynd svo lengi. Já, þú náttúrulega ert með rosa láttólegan fyrir hryllingsmynd. Já, en samt líka bara zombies, það nær mér, sko. Sér, ég er andstæðan nefnilega. Já. Ég var hrættu við zombies þegar ég var, ég spilaði Call of Duty Black Ops sem krakki. Það er rétt vinur minn, þú veist, rétti mig controllerinn og ég var svona, what the fuck, hvað er ég að gera? Og ég var skítrættu. Og svo, þú veist, eftir 11 ára gammal eitthvað fór ég að horfa á, þú veist, Bite Me og svona alvöru zombies, ekki töluleikja. Og eftir þá er ég bara ekki hrættu lengur. Ég er ekki hrættu við eitthvað svona óraunverulegt, eins svona draugamyndir sem við munum taka eitthvað setna, við munum taka podcasta sem við erum bara að tala um svona draugarkjaftaði. En það er eins og, ég var mjög mikið aðdáandi af zombie-leikjum. Mm. Það var bara the thing back in the day, eins og Dying Light, DayZ og eitthvað þannig. En ég ángríns, ég fæ ennþá martraðir zombie apocalypse. Bruh. Ég fekk bara í þarsinisviku. Þetta er eitt sem ég ætla að segja. Ég er ekki hræddur við hryllingsmyndir, er eitt sem ég er skítræddur við. Hryllingsleikir.
Resident Aldrei Evil spilað 7 Hryllingsleik. til að prófa að hræða sjálfum mig, til að vita að ég get ennþá verið hræddur. Já. Ég hafði bara svona tíma í þú veist, æskuminni, whatever, þú veist, 14 ára eitthvað, hvar ég bara horfði á hellinga hryllingsmyndum, bara til að sjá ef ég var hræddur ennþá við eitthvað, og ég var bara svo, ef það er ekki fyndið, þá er ekkert entertainment value lengur. Já. Og eða ef ég er ekki með einhverjum öðrum. Og svo voru ég að horfa að spila hryllingsleiki. Málið er að þú hefur stjórnað situation. Þegar ég horfa hryllingsmynd get ég alltaf rationalisa. Ég geti gert þetta. Eins og Human Centipede, ég myndi ekki geta gert neitt. Ég bara trúi því að það er einhver psycho sem getur léttilega kidnappa mig, eins og ég treysti fólki eins og hálfviti, og ég myndi bara vera sól við einhvern og ekki komast í burtu. Ég saði eitthvað, ég vil gefast upp strax, samt. Það er málið með Sari. Ef það væri bara glerbrot einhvers staðar, ekki með þessu greinast. En það er samt eitt kill þarna með nazi skinheads. Oh my god, það er svo Það er til dæmis, þú veist, þá hefur hann ekki beint the option að gefast upp af því að þá er hann kærastan hans, besti vinur hans. En sér það er líka, þú veist, mér finnst það weirdly ekki scary vegna þess að þú veist, open space, hann er að rífa af sér bakið. Það er fucked up, en er það scary? Það er torture porn, það er ekkert scary um þetta situation ef að, þú veist, ég var hræddur ef ég þurfti að rífa af mér bakið til að bjarga þér, vinum, en þú veist, að horfa á þetta þetta er bara torture porn sena. Það var ekkert scary um þetta, það var bara fucked up. Ertu búinn að sjá myndbandaleikinn Until Dawn? Það er green horror. Eða varstu hræddur við hana? Nei, ég var ekki hræddur. Einmitt. En þetta var svona, það er svo... Endasenan er góð. Mér fannst svona eins og þegar komi vendingu á sinna. Þetta var smá spooky. Svo það er einmitt málið, það var sem náði mér. Þetta er svona 90s slasher grínmynd, þangað til svona endan, hvað þú átt að reyna að halda controllernum still og að reyna að anda rólega þannig að finna þig ekki og myrða þig ekki. Og það er svona hvað ég hræddur við ég hef stjórn og ég get ekki bara, hei, haldu kjafti, vegna sem ég þarf að gera það sjálfur. Það er svona sem ég er hræddur við, eins og Resident Evil 7, mikið að þau bara drepa zombies, ekki scary, at all, nema þegar þau jumpscare þig. Og þá er það ekki scary, það er að vera hissa, ég fucking hata það. Já, ég hata það líka í hryllingsmyndum. En aðal svo þrætti í byrjun leiksum er þessi gaur sem heitir Jack, unkillable. Þú ert með byssur, þú ert með hníf, unkillable. Hvaða leik aftur? Resident Evil 7. Og það er hvað ég hrætti við. Ég þarf að fela mig, ég hef dótt til að venda sjálf mig, en það gerur ekki neitt á mót honum. Þannig ég þarf bara að reyna að vera rólegur, ég hlusti í honum, að reyna að lappa fram hjá og vona hann heyri ekki í mér. Svo reyna að hlaupa í burtu og vona að finna mig ekki. Þá er ég hrættur. Ég er að spila þarna, hvað heitir þetta, Last of Us. Ætliðu þið ekki að taka sér podcast sem eru töluleikir? Já, þetta er horror games samt. Já, nefnilega, það er einhvern horror games. Það er einhvern mál, ég er ekki hrættur við zombies. En ég skil, Last of Us tells some horror, það er rétt hjá þér. Sko, ég spilaði Last of Us hjá henni Vigdís og svo heyri ég bara og ég bara hold up. Það er einhvern máli, ég held að ég myndi vera hrættur í rétta atmosfér. Vegna þess að ef ég væri, þú veist, búin að deyja, það er skerjasti partur af tölvuleik ef þeir eru ekki búin að deyja áður. Skilur hvað ég meina? Svo þá veist ekki hvað er að fara að gerast. En með clickers, ef ég er búin að deyja áður, ég er bara, fuck, ég dey ef ég fer í þá. En án þess að vita hvað er að gerast, það er skerjasti partur. Svo líka var ég að spila þetta á PlayStation 4, sem maður getur bara gert það. Já. Og ég get varla miðað for shit. Og ég skýt rétt hliðin á hausnum á honum, kemur hann ekki bara bítur úr mér hálsinn. Einmitt. Og ég líka, maður er þarna á lappar og þá bara kemur hann út við skáp eða eitthvað. Einmitt. Þetta er bara spooky og þetta er líka vírusin í þessu. Þetta er bókstaflega alvöru hlutur. Svo þetta er, já, einmitt, the zombie spore thing. Mér finnst það mjög merkilegt. Þetta tekur yfir líkamannum eins og maurum og eitthvað. Ok, ef við tala um þetta alvöru hryllingur eru svona spore carriers. Hvað er þú veist, sveppur getur tekið yfir heilan á skepnu og hefur enga stjórn nema bara að deyja frá innan. Það er real horror sem mér finnst fucking hræðilegt hugsuð. Svo þarna aftur hef ég enga stjórn, en ég hafði stjórn, það var offset, skilurðu mig. Vitið þið eitthvað þessi horror category sem er eins og Siren Head og Slenderman og það? Já, það tala um það creepypastas og svona dót. Cartoon Cat og... Cartoon Cat? Já. What the fuck? Það er sem sagt, það er bara köttur sem er í sem sagt skuggalegum byggingum og sem sagt, étur þig. Ok, ég hef Og ekki þetta er svona... 6 mínútur eftir. Já, og þetta er sem sagt, hann heitir Cartoon Cat af því þetta er sem sagt
Hann eins og gömlu Mickey Mouse karakterarnir og þeir. Einmitt. Og hann þú veist, hann getur tekið handleggina sína og vafið myndunum þig og hann fucking stór. Mér minnir að í myndbandi sem ég horfði á var hann 7 fet eða eitthvað. Ég sá hérna, Bara aðeins. Þú veist, shitty YouTuber vera svona I am Cartoon Cat með svona filter. Það eina sem ég hef séð frá því. Ég vissi ekki að þetta var þú veist, stórt þeng fyrir þetta. Það líka til Siren Head, þarna náttúrulega þið vitið örugglega af því. Já, hversu fucked up það? Þú googlar Cartoon Cat, kannski einhver krakki að skemmta sér, kemur einhvern horrorkartur upp fyrst. Hversu fucked up? Ég reynda að sá þetta nýlega bara í Fallout 4 horror mode. Ég vissi ekkert hvað það var. Og svo líka til Smile Dog. Ok, nevermind, ég vissi ekki jafn mikið. Ég kannski veit meira gamla. Er það ekki Smiley, meinaru? Já, það Smile Dog? Smiley var þessi YouTube-mynd. Smile linkurinn sem þú ítir á og þá farið þennan gæja og þú þetta hundur og hann með þetta husky og hann með creepy bros og hann á að handa þig. Þú átt að fá martraðir hann og eitthvað og ef þú sendir hann ekki áfram þá hættir hann ekki þangað til hann dreipið þig. Þetta er svona 7 days þingin. Nei, hann bara, þú veist, hann höndar þig, hann bara eyðileggur fucking, þú veist og þú átt bara að fá fucking mikið af martröðum og eitthvað. Já, einmitt, eins og The Ring þú veist 7 days, skilur þú mig? Nei, það já, pínu, en þú veist það náttúrulega þá skriður bara gælan úr sjónvarpinu og fucking dreipið þig. Já, nei, eftir 7 daga. Já. Það nefnilega þingið þegar hún fokkaði við þangað til þá. Já, þetta það. Einmitt, þú veist, það hljómar alltaf eins og sama konceptið. Ég mjög mikið fyrir að hlusta á svona scary stories á YouTube. Eins og Darkness Prevails og eitthvað hannig. Maður bara, og ég ángriðs legg mig hvert sinn þegar ég hlusta á scary stories. What the fuck? Þetta bara... Svo líka hvað heitir hann? John the Ripper held ég eða eitthvað. John the Ripper einna frægastur, Jack the Ripper. Nei, það ekki hann sko, ég að tala annars svona spooky kjaftaði. Það eins og bara... Þessi gæi ekki með varir og eitthvað. John the Killer. Já, John the Killer, það rétt. Með rauða hárið og svarta hárið og scarred face, þú veist, já, og þeir hvítur andlitið og whatever. Já, það líka einn af þessum gæjar sem að svona creepypasta. Það var creepypasta fyrst nefnilega og sagan bara hræðileg. Hún bara hefur verið gerð góð yfir tíman. Original sagan mjög leiðileg. Ég eins og við erum með 4 terrifying forest rape stories. Jeff the Killer, ekki... Jeff the Killer. Ég bara ótrúlega mikið að hlusta á þetta. Mér finnst þetta ótrúlega spooky út að ég fæ goosebumps. Svona hryllingssögur. Já. Mér finnst það vera svona, þú veist, á ákveðnum tímapunkti, ég hlusta ógeðslega mikið á þetta. Á ákveðnum tímapunkti þá þetta bara svona, ok, þetta er þreytt núna, ég veit hvað gerist. Maður getur sett sig sjálfan í situation og þá maður hræddur, en... Á hvern ertu að hlusta? Hann heitir Darkness Prevails. Ég ekki búinn að hlusta á hann, ég var eins og Mr. Nightmare. Hann alltaf með það sama, þú veist. Gæinn deyr aldrei í endan. Alltaf Walmart at 3 AM eða eitthvað. Þá var það ekki scary, þú deyrið aldrei. Nei, nákvæmlega. What the fuck? En þú veist, þetta alveg spooky fyrstu nokkru söguna að taka til að þú áttaði á munstrinu. Þú veist, hann með ákveðið munstur. Einmitt, þá ertu alltaf safe þú deyrið aldrei. Já, en þetta náttúrulega, þú veist, þetta YouTuber og hann búinn að gefa svona skriljón myndbönd út svo að, þú veist, hann rennur út af hugmyndum. I guess, make it different. Þetta mjög mikið bara að svona sightings. Bara eitthvað svona, hvað heitir þetta? Mythological eða eitthvað þannig. Goatman fucking amazing. Mér svo merkilegt, Slenderman SCP, þessi gaur, þessi stytta sem þú verður að halda áfram stara á og ef þú blikkar þá drepur hann þig. Það SCP. Já, Stairs SCP. Þarna gellan með skortna andlitið líka. Probably. En við þurfum að fara að rappa þessu upp, við erum komið klukkutíma sko. Já, ég veit það, ég var að segja þér að kötta þetta sko. Já, við þurfum samt að segja bara takk fyrir að hlusta á þannig. Ok, ef við köttum þetta? Já, nei, þið notuð þetta bara. Oh my god. Þetta þá lokin hjá okkur í dag allavega, við köttum á þetta núna, takk fyrir okkur. Ég láta það að googla eitthvað fucked up. Og hryllings. Please. Já, googliði Blue Waffle. Google Images Blue Waffle. Þú verður að fara inn á Google Images fyrst, svo skrifin Blue Waffle, annars virkar það ekki verið þarna Big Mouth? Nei, það kemur sjóð á mér. Já, þú veist, ég veit ekki hvort það sé Big Mouth. Það var í Big Mouth. Googlaði bara Blue Waffle smegma. Allir fekk Blue Waffles. Stoppaði.